Góðir fjarfundarmenn, hvar sem þið eru staddir og hvenar sem þið fylgist með þessum fundi. Ég ætla í örstuttu máli að gera ykkur grein fyrir starfsemi félags sjálfstæðismanna fullveldismál sem stofnað var fyrir fullu húsi í Valhöll á fullveldisdaginn 1. desember 2019 eða fyrir ári. Félagið var stofnað með vísun í heimildi slíkrar félagsstofnunar í skipulagsreglum Sjálfstæðisflokksins en sem jafnframt kallar á samþykki miðstjórnarflokksins. Félag okkar var stofnað í kjölfar mikilla umræðna orkupakka 3 af hópi sjálfstæðismanna sem voru mjög andvígir þeirra ákvörðun þingflokks Sjálfstæðisflokksins að samþykkja hann. Sú samþykkt Alþingis gerir það verkum að Ísland mun aldrei geta lagt sæstreng til aðildarríkis Evrópusambandsins vegna þess að samþykkt Alþingis á orkupakka 3 gerir það verkum að þá Ísland orðið hluti af orkukerfi Evrópusambandsins. Með því væri við í raun að afhenda ESB íhlutunarrétt eina af helstu auðlindum þjóðarinnar orkufallallanna. Það jafngilti í mínum huga því að við gengum í Evrópusambandið sem myndi þýða að fiskimiðin við Ísland féllu undir yfirstjórn Evrópusambandsins. Við sem stóðum að stofnun þessa félags töldum einsýnt að efna til meiri umræðna innan Sjálfstæðisflokksins fullveldismál þjóðarinnar og ekki síst að efna til meiri fræðslu fyrir nýjar kynslóðir sjálfstæðismanna þann glæsta þátt sem þessi flokkur á í sjálfstæðisbaráttu okkar þjóðar á 20. öldinni. Ekki fer á milli mála að sjálfstæðisflokkurinn var leiðandi í baráttunni fyrir stofnun lýðveldis á Þingvöllum 17. júní 1944. Það gleymist gjarnan að þá voru til stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn sem voru því andvígir eins og meðal annars má lesa í sögu Alþýðuflokksins í 100 ár eftir Guðjón Friðriksson sagnfræðing. Og nú komið upp annað mál sem snertir beint fullveldi okkar sem sala á landi til útlendinga. Breskur auðkýfingur hefur eignast töluverðan hluta af norðausturhorni landsins með jarðakaupum og nú síðast hefur félagi meiri hluta eigu Þjóðverja eignast Hjörleifshöfða. Land undirstaða fullveldis ríkis, segir í greinargerð frumvarps sem ríkisstjórnin lagði fram fyrir þessu ári jarðamál og fleira. Það rétt en leið óskiljanlegt að ríkisstjórnin skyldi láta það gerast að Hjörleifshöfði yrði eign útlendinga í stað þess að íslenska ríkið gengi inn í þau kaup. Það sýnir að það rík þörf á að efna til umræðina á vettvangi Sjálfstæðisflokksins fullveldismál. Þess vegna höfum við fengið Arnar Þór Jónsson héraðsdómara til að koma hér sem heiðursgest félagsins og ræða fullveldi. Arnar Þór hefur nýlega birt grein í tímaritinu Þjóðmál þessi málefni sem vakið hefur verulega athygli og aðra greina hans Þjóðmál í Morgunblaðinu síðustu ár sömuleiðis. Kannski ástæða til að efna til annars fjarfundar í byrjun nýs árs jarðasölu til útlendinga. Allavega hefur ekkert heyrst frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins þau mál eftir söluna á Hjörleifshöfða.